lið og þá spurning hvort við förum í annan lið á dagskrá. Já, við ætlum að gera það, ganga til annars liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt á skólasameiningu með áherslu á samskipti og samráð við foreldra og til máls tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að kynna hér svohljóðandi tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að fela óháðum aðila að vinna úttekt sameiningarferli leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila með tilliti til samþykktar Reykjavíkurborgar, stjórnsýslulaga og góðra stjórnarhátta. Áhersla verði lögð á að skoða hvernig staðið var að samskiptum og samráði við foreldra þeirra nemenda sem umrætt sameiningarferli náði til og gerð viðhorfskönnun meðal þeirra. Í úttektinni verði settar fram tillögur að úrbótum ef þörf krefur. Og þessi tillaga alls ekki ólík tillögu sem var lögð hér fram hausti 2011 af okkur borgarfulltrúum Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Lögðu það fram sameiginlega tillögu. Það var þegar var verið að hrinda í framkvæmd miklum breytingum og sameiningarferli í mörgum skólum í Reykjavík sem var þá þegar orðið mjög umdeilt og við töldum rétt að gera úttekt á þessum málum með þessum hætti og þá brá svo við að tillaga okkar var samþykkt, sennilega ein af örfáum tillögum sem þá var þetta meirihluti samþykkti sem kom frá minnihlutanum á því kjörtímabili og í rauninni hrint í framkvæmd. Það fylgdi af þessu tillögunni að þetta skildi ekki vera kannað fyrir en umræddar breytingar væru garð gengnar. Þannig að slík úttekt var gerð á síðasta ári, síðasta sumar og síðasta haust og var til umfjöllunar hér á síðasta fundi borgarstjórnar og það má segja kannski með einhverjum hætti að þessi umræða núna sé þá pínlítið framhald á þeirri umræðu en þó ekki. Við fórum yfir þessa skýrslu hér á síðasta fundi eða úttektina og það ger ég meðal annarra og hrósaði þá skýrslunni á margan hátt og við þökkuðum fyrir hana og úttektin staðfesti í okkar huga að það var illa staðið að þessu sameiningarferli skóla- og frístundaheimila og öðrum kerfisbreytingum í skóla- og frístundamálum hjá Reykjavíkurborg og það kom meðal annars fram í úttektinni að fjárhagsleg markmið hafi verið óskýr í öllu vinnuferlinu og allt þar til lokaákvörðun var tekin í borgarráði en fagleg markmið hefðu allan tíman verið óskýr. Það kom vel fram í umsögnum starfsmanna í þessari úttekt að samráðið hafi verið algjörlega ófullnægjandi auk þess sem skorti framtíðarsýn og faglegar og fjárhagslegar forsendur. Og við bentum á að úttektin væri áfellisdómur yfir vinnubrögðum meirihluta Samfylkingar og Besta flokksins eða Bjarta framtíðar á síðasta kjörtímabili sem ýmsir nefndu 10. kjörtímabili í skóla- og frístundamálum hjá Reykjavíkurborg. Og það ljóst, ég held allir séu sammála það að það enn klínt við neikvæðar afleiðingar breytinganna í mörgum skólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum Reykjavíkurborgar. En þrátt fyrir að úttektin væri margt mjög vel unnin þá hún ekki gallalaus og við söknuðum þess sérstaklega að það skyldi ekki vera að fjalla meira hvernig staðið var að samráði við foreldra, jafnvel nemendur sjálfa og foreldra varðandi þetta breytingaferli og reynt að draga lærdóm af því hvar þar hefði mátt betur fara. Og það var einmitt þannig í tillögunni sem var samþykkt haustið 2011, það var einmitt sérstaklega gert ráð fyrir því að það er lögð áhersla á að skoða samskipti og samráð við stjórnendur, starfsfólk og borgarbúa og gera tillögur að úrbótum með þörf krefur. Og síðan má ráða af skýrslunni á ákveðnum hlutum sem þar standa að vel hafi verið staðið að samráði við hagsmunaaðila í tillögugerðinni, upplýsingagjöf til þeirra og eftirfylgni með framgangi verkefnisins. Ég verð að segja að ég var mjög, eins og ég kom aðeins inn á síðasta fundi, þá var ég mjög undrandi á að sjá þetta. Ég taldi að
Það verður engan veginn hægt að taka undir þessi atriði, enda hægt að sýna fram á því gagnstæða með fjölda bókana frá fulltrúum foreldra, skólastjórnenda, kennara og annarra starfsmanna borgarinnar sem voru lagðar fram í nefndum og ráðum borgarinnar á tímabilinu febrúar til apríl 2011. Í öllum þessum bókunum kemur einmitt fram hörð gagnrýni frá þessum aðilum vegna skorts á samráði, upplýsingagjöf og svo framvegis. Og það þarf ekki að fara í bækur borgarinnar til þess að sjá þetta. Hörð gagnrýni á þessi atriði kemur einnig fram í víðtækri umfjöllun fjölmiðla breytingarnar á sínu tíma, þar sem rætt var við fjölda foreldra og starfsmanna. Þannig að mér finnst þessi úttekt eins ágætt og hún nú að mörgu leyti, þá getur maður ekki varist þeirri hugsun þegar maður fer yfir hana að úttektaraðilar, þeir hafi fyrst og fremst af áliti það vera hlutverk sitt að kanna hlutverk núverandi starfsmanna Reykjavíkurborgar sem voru í þeim starfseiningum sem sameiningarnar höfðu áhrif á árunum 2010-11. Ekki var leitað álits fyrrverandi starfsmanna, það er þeirra sem hætt höfðu störfum hjá borginni í kjölfar sameiningarinnar, þrátt fyrir að auðvelt hefði verið að ná til þess hóps. Þá er það gagnrýnivert að í úttektarvinnunni þá verið lítið sem ekkert hafi verið gert til þess að kanna hug foreldra barna í umræddum starfseiningum, þrátt fyrir að fjöldi þeirra hefði á sínum tíma lagt á sig umtalsverða fyrirhöfn til að kynna sér breytingarnar og koma athugasemdum þær á framfæri við skólayfirvöld í Reykjavík. Á meðan efnt var til viðhorfskönnunar meðal 658 starfsmanna Reykjavíkurborgar sem enn vinna í þeim starfseiningum sem breytingarnar náðu til og fyrir það viljum við Sjálfstæðismenn að sjálfsögðu þakka, verður ekki séð að viðhorf foreldra til sameiningarferlisins hafi verið kannað að minnsta kosti ekki með kerfisbundnum hætti. Ég var verið í sambandi við þá sem stóðu að skýrslunni til að spyrja á hverju þetta sæti og þeir hafa meðal annars bent á það að slík skýrslugerð og umfang hennar muni alltaf takmarkast við það fjármagn sem sett í verkefnið. Þeir hafi, með öðrum orðum, þeim hafi verið settar ákveðna fjárhagslegar skorður, þannig að þeir hafi ekki getað talað eða kannað hug foreldra til verkefnisins jafn mikið og þeir hefur viljað. Auðvitað er mjög mikilvægt eins og að gert að kanna viðhorf núverandi starfsmanna borgarinnar til verkefnisins sem fjölmargir störfuðu hjá borginni þegar þetta átti sér stað. En ég hefði talið ekki síður mikilvægara að ná til fyrrverandi starfsmanna sem eru auðvitað ekkert mál að gera og síðan foreldra sem er kannski aðeins meiri fyrirhöfn en þetta er auðvitað allt hægt. Og bara sem dæmi hvernig skýrslan er unnin, þá skal ég bara nefna kannski þau viðtöl en við hverju að vera rætt sem skýrslan byggist helst á. Það voru tekin trúnaðarviðtöl málið við 17 aðila til þess að skýrsluhöfundar gætu áttað sig á atburðarrásinni og hvernig verkefni hafi verið unnið. Og allt er þetta ágætis fólk, en langflest er þetta fólk, var þetta tengt umræddum breytingum, sem stóð að umræddum breytingum og ef þetta fólk hefði, og það var ljóst að öll gagnrýni sem þetta fólk setti fram, væri rauninni gagnrýni á þeirra verk. Bara ég fekk listi yfir þessi 17 trúnaðarsamtöl og efstur þar er borgarstjórinn okkar, Dagur B. Eggertsson. Finnst ekkurum líklegt að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sem var formaður borgarráðs og formaður stjórnkerfisnefndar, maðurinn sem ber sennilega mesta ábyrgð á öllu þessu sameiningarferli, finnst ekkurum það líklegt að hann setji fram mjög harða gagnrýni á eigin störf? Ég held ekki. Og síðan kemur á þessum 17 manna lista, það eru fleiri, það er formaðarskóla og frístundar á svo síðasta kjörtímabili, það eru æðstu embættismenn borgarinnar sem tóku þátt í þessu breytingaferli og bera á því nokkra ábyrgð. Það eru ekki líklegt að þetta fólk, jafn ágætt og það er og lagði svo allt fram það að reyna að gera þessar breytingar sem bærilegastar, en því miður þá fór þetta eins og það fór. Auðvitað er ekki líklegt að þessi hópur setji fram mjög harkalega gagnrýni á eigin störf. Á þessu 17 manna lista þá sýnist mér bara rauninni vera 2 sem er kannski svona fyrirfram hægt að sjá að séu mjög gagnrýnir á
gagnrýnir á þessar breytingar eða tillögur að breytingum sem það lágu fyrir á sínum tíma. Annarri borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og sem var í nefndinni sem skoðaði þessar breytingar og hinn er leikskólastjóri sem ekki fekk áframhaldandi starf hjá borginni við þessar breytingar. Og ég vil ná að segja eins og og allt er þetta ágætt fólk sem á þessum 17 manna lista og hefur allt unnið gott starf í þágu borgarinnar og margt hefur mikla hæfileika. En ég hefði búist við því fyrirfram að sjá fleiri sem væru gagnrýnir á umræddar breytingar sem tækju þátt í þessari vinnu. En það kemur fram og að því ég hef svolítið verið í sambandi við skýrsluhöfund, þá mér sýnist þetta hafi verið þannig að starf hans hafi svolítið verið lagt upp af yfirstjórn skóla og frístundasviðs. Eðlilegt auðvitað að það sé meiri áhersla lögð á að fjalla það sem vel var gert í verkefni heldur en kannski síður. Nú síðan var áhersla lögð á að tala við þessa nokkur hundruð starfsmenn og þeir náttúrulega voru eins og kemur fram mjög gagnrýnir á verkefnið. En ég hef alveg heyrt á skýrsluhöfundi að hann hefði viljað ræða þetta við fleiri. Honum voru settar ákveðin takmörk út af fjárhagnum og hann hefði viljað skoða fleiri þætti, hann hefði viljað skoða betur hvort að hvaða fjárhagslega eða faglegu áhrif þessar breytingar höfðu í för með sér. Hann hefði viljað hafa meiri tíma til að skoða það út af því að þetta var takmarkað sem hann fekk takmarkaði fjármunir. Þá skoðaði hann bara örfáar starfsstöðvar hvað það varðaði og hann hefði, ég heyrði alveg á viðkomandi, hann hefði verið tilbúinn í að ræða við foreldra í miklu meiri mæli heldur en hann gat gert. Þannig að ég myndi telja það mikilvægt að sama hægt og borgarstjórn ályktaði það 2011 að það er farið út í slíka úttekt til þess að fjalla þessar stærstu breytingar sem hafa verið gerðar á skólakerfi Reykjavíkurborgar í langan tíma. Þá sé þessari vinnu haldið áfram. Það er sjálfsagt að halda áfram þessari vinnu á grundvelli þeirrar úttektar sem liggur fyrir en leggja meira áherslu á að heyra í forundunum sem margir hverjir hefur mikla skoðanir á þessu. Ég held ég muni að rétt að það var bæði í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans sem satt hér á síðasta kjörtímabili og einnig á þessu kjörtímabili að markmiðið sé að auka samráð við foreldra í borginni hvaðeina sem snertir og bara borgarbúa almennt hvaðeina sem snertir þeirra málefni. Það væri auðvitað hægt að halda því fram að þegar slík 120 sína skýrsla gerð málið og jafn lítið talað við foreldra að borgaryfirvöld hafi bara ekki áhuga á að heyra raddir foreldra varðandi þessi mikilvæga málefni. Og auðvitað var hægt að halda því fram en ég ætla ekki að gera það hér, heldur leggja bara til að við bætum úr þessum galla á annars mjög góðri skýrslu og vona við getum sameinast þetta að halda áfram þessari úttektarvinnu með áherslu á samskipti og samráð við foreldra og þá getum við með sanni sagt það að við hér allir borgarfulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur við leggjum okkur beinlínis eftir því að eiga samráð við foreldra í borginni hvaðeina sem viðkemur skóla- og frístundamálum. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum að ræða hér úttekt á sameiningu á skóla- og frístundasviði og skólum á síðasta kjörtímabili sem var hér til ítarlegrar umfjöllunar í borgarstjórn nýlega. Þar kemur fram meðal annars mjög hörð gagnrýni á þetta ferli og það er ekki deilt, það höfum við rætt. Ég vildi hins vegar koma hér upp í andsvar til þess að halda því til haga eins og skýrt kemur fram í skýrslunni að hún var unnin af óháðum aðilum. Hún var raunar ekki unnin einu sinni á ábyrgð innanendurskoðanda Reykjavíkurborgar vegna þess að vafi lék á óhæði hans og hafði endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar þannig veg og vanda því að velja úttektaraðila og leggja úttektina upp. Það eru dylgjur að yfirstjórn skóla- og frístundasviðs hafi ákveðið hvernig farið var í þessa úttekt.
og það ekkert í gögnum málsins sem að bendi til þess að það megi hafa slíka orð og þar með vera að vega að óhæði þessara úttektaraðila og ég vil því halda því til haga sem að hér kemur fram. Býsna skýrt á blaðsíðu 4 í úttekt Intellekta á hvaða grunni úttektin var gerð, til hvaða alþjóðlegra viðmiða varðandi breytingaverkefni var horft og svo framvegis. Og það að tala við yfir 400 starfsmenn, það auðvitað ekki lítið þó að það hafi verið gert í gegnum rafræna könnun og þess vegna skil ég ekki alveg í hvaða leiðangri borgarfulltrúinn með því að svona, eða ef það er misskilningur hjá mér að borgarfulltrúinn hafi svona einhvern veginn verið að reyna að vega að úttektinni sem slíkri, sem mjög ólíkt því sem að framkom í mála hans hér þegar hann ræddi málið síðast, að þá er ég ekki viss að hann sé alveg á réttri leið vegna þess að þetta var sjálfsögðu unnið óháð og óháðum úttektaraðila eins og samþykkt borgarráðs og borgarstjórnar gerir ráð fyrir. Þá er borgarstjórinn lokið við það veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Nei, herra borgarstjóri, ég ekki að vega að úttektinni sem slíkri. Bæði á síðasta fundi og núna þá viðhafði ég fjölmörg góð orð þessa úttekt sem ég tel að segja mjög mörgu leyti, mjög vel unnin og raunin að flestu leyti. En það er eins og með annað. Þó eitthvað sé gott, þá gæti að verið betra og það er sjálfsagt að koma með málefnalega gagnrýni á það. Og ég tel að svo gagnrýni mín leið og ég hrósaði því að hve vel hefði verið staðið að því að tala við marga núverandi starfsmenn borgarinnar og senda þeim spurningalisti, leyfa þeim að taka þátt í viðhorfskönnun, 658 ég man rétt. Það var mjög gott. Þá gagnrýndi ég það að mér fannst vant inn í skýrsluna að það hefði líka átt að tala við fyrrverandi starfsmenn og svo sjálfsögðu foreldra sem áttu börn sem þátt tóku í þessu ferli. En ég sagðist líka að hafa skilning á því. Þessari úttekt voru takmörk sett, kannski aðalega fjárhagsleg og það kannski gafst knappi tími til að vinna þetta allt saman og auðvitað verður þá að velja og hafna. Ég til hins vegar bara þessi úttekt vera það mikilvæga að við höfum að halda þessu áfram og tala líka við þessa hópa sem ég nefndi hér. Ég alls ekki að varpa rýrð á skýrsluna og ég vil heldur ekki varpa rýrð á skóla og frístundasvið. Ég þykist þó vita að skýrsluhöfundar hafa verið í sambandi við ýmsa hjá borginni það hvernig er hægt að vinna þetta og ég kannski kveð á fast orði ég hef sagt að þeir hafi lagt þetta upp auðvitað voru það skýrsluhöfundar sjálfur sem það gerðu en fengu þetta ráðgjöf hér að þar úr borgarkerfinu. Það kom mér að vísu óvart að þeir töluðu ekki við mig sem var þó mjög mikið í þessum málum að sísta kjörtímabili og tók mjög virkan þátt í þessari gagnrýni en allt það er ekki hægt að tala við alla. En ég tel að það sé hægt að gera góða úttektarvinnu en þá betri með því að fara með sambærilegum hætti, tala við foreldra með sama hætti og það var talað og farið í viðhorfskönnun gagnvart starfsmönnum borgarinnar. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við það að svara andsvari. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, sameiningar skóla á síðasta kjörtímabili ollu heilmiklu fjaðrafoki og mikil óvissa og ringulreið skapaðist í skólastarfinu í borginni, í aðdraganda og í framkvæmd þessara víðtæku breytinga. Þessar sameiningar voru keyrðar í gegn þrátt fyrir mikla andstöðu og varnaðarorð foreldra og samtaka foreldrafélaga. Til vitnis þessa miklu andstöðu er að á aðeins örfáum dögum söfnuðust 12.000 undirskriftir þar sem sameiningartillögunum var mótmælt og þess krafist að þær væru dregnar til baka. Þá kom fram á þeim fjölmörgu fundum sem haldnir voru í hverfum borgarinnar að tillögurnar væru illa ígrundaðar, að þær skiluðu hvorki fjárhagslegum né faglegum ávinningi og á öllum fundunum var kvartað undan samráðsleysi við foreldra og fagfólk. Foreldrar óskuðu margítrekað eftir virku samráð tillögurnar að sameiningunum en án árangurs.
Jafnframt létu samtök foreldra og skóla skoðun sína skýrt í ljós og bókuðu margsinnis málið í menntaráði. En í bókun þeirra í ráðinu 9. febrúar 2011 kemur fram meðal annars með leyfi forseta: Samfok mótmælir því að samráð hafi verið að ræða við foreldra. Tilvitnun lýkur. Því miður talaði þessi miklu fjöldi foreldra og hagsmunasamtök þeirra fyrir daufum eyrum borgarstjórnarmeirihlutans sem stakk undirskriftunum undir stól og hlustaði ekki. Enda nú komið á daginn að það var rauninni aldrei ætlunin að hlusta á sjónarmið foreldra í þessu máli. Því eins og fram kemur í nýlegri úttektarskýrslu Intellecta, þar sem segir með leyfi forseta: Fjárhagsleg markmið voru fastsett í fjárhagsáætlun þegar samráðsferli fór af stað og tímarammi knappur. Tilvitnun lýkur. Með þetta í huga kemur það ekki á óvart að þegar starfsmenn skólana eru svo spurðir út í viðhorf sitt til samráðsins að mikill meirihluti þeirra telur að búið hafi verið að taka ákvarðanir sameiningarnar áður en samráðsferlið hófst og því hafi ekki verið raunverulegt samráð að ræða, heldur sýndarsamráð. Þessi viðhorf koma ekki á óvart, enda samræmast þau þeirri gagnrýni sem foreldrar og hagsmunasamtök þeirra settu fram strax í upphafi. Því miður eru neikvæðar afleiðingar sameiningana enn að koma fram og því full ástæða til að gera viðhorfskönnun meðal foreldra líka, svo hægt verði að draga fram skýra mynd af því hvar þörf á úrbótum. Ef tillaga okkar sjálfstæðismanna verður samþykkt hér á eftir, það von mín að borgarstjórnarmeirihlutinn leggi við hlustir og dragi lærdóm af þeim úttektum sem gerðar eru og hætti að efna til óvinafagnaðar í hverju málinu á fætur öðru. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við ræðum hér tillögu frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að framfari ný úttekt á skólasameiningum á síðasta kjörtímabili með áherslu á að leita sérstaklega eftir viðhorfum foreldra. Það rétt að minna á það að örfáa vikur síðan að við ræddum ítarlega hér í borgarstjórn ágæta úttekt Intellecta EHF fyrir innri endurskoðun borgarinnar á umræddum skólasameiningum. Ég held að það verið bara fyrir réttum mánuði síðan. Og þar kom skýrt fram, eins og segir orðrétt í skýrslunni með leyfi forseta: Samráðið við hagsmunaaðila í tillögugerðinni var mjög umfangsmikið og upplýsingamiðlun mikil. Það vissulega deilt hvort að samráðið í þessu tilviki var nægilega mikið, en það alveg ljóst að samráðsferlið skilaði breytingum frá upphaflegum hugmyndum. Sameiningarkostum var þannig fækkað rúmlega 75% í samráðsferlinu úr tæplega 100 niður í 23. En það jafn klárt að þeir sem voru alfarið andsnúnir sameiningum tiltekinna skóla eða leikskóla fengu ekki allir það sem þeir vildu. Og það kannski kjarni málsins. Sumir hagsmunaaðilar skilgreina samráð þannig að það eigi sér bara stað ef stjórnvöld kúvenda stefnu sinni til að koma til móts við gagnrýni hagsmunaaðilana. Í þessu tilviki hætta alfarið við sameiningaráformi. Þetta segir í skýrslu Intellecta EHF með leyfi forseta: Hugmyndir flestra hagsmunaaðila og þeirra sem stjórnuðu verkefninu hvernig ná átti markmiðum verkefnisins fóru ekki saman. Hagsmunaaðilar höfðu litla trúa á að markmið myndu nást með þeim tillögum sem voru í mótun, á meðan þeir sem stjórnuðu verkefninu voru á öndverðu meiði. Fyrir vikið urðu samskiptin í samráðinu stirðari þegar líða tók á samráðsferli og margir hagsmunaaðilar upplifðu að ekki hefði verið hlustað á þá. Stjórnendum samráðsins fannst hins vegar að tekið hafi verið tillit til hugmynda hagsmunaaðila þar sem tillögurnar breyttust sem afleiðing af samráðinu. Þetta ekki kjarni málsins? Borgaryfirvöld og hagsmunaaðilar höfðu ólíkar hugmyndir þessi áform og hvort þau mundu skila tilætluðum árangri eða ekki. Þetta vitum við og þetta rækilega undirstrikað í skýrslu Intellecta og ég tel að það sé vafamál hvort að ástæða til að eyða frekari vinnu og peningum úr sameiginlegum sjóðum borgarbúa í að kanna frekar það sem þegar hefur komið fram og allir vita. Að mínu mati þurfa að koma fram sterk rök fyrir því að við verjum meira fé úr borgarsjóði í að rýna í þennan sama baksýnisspegil.
Því við getum svo sannarlega notað hverja krónu í að bæta þjónustuna við börnin í borginni í dag. Hvort sem við lítum til læsismálana, þjónustu við börn með fjölþættan vanda, börn af erlendum uppruna og svo framvegis. Það sem skiptir meira máli núna að mínum mati er að fá fram óháð mat á því hvort að þau faglegu og fjárhagslegu markmið sem lagt var af stað með við þessar skólasameiningar hafi náðst. Og það er einmitt vinna sem að nú stendur fyrir dyrum og er í samræmi við eina af fjölmörgum gagnlegum ábendingum Intellekta. Það er hins vegar útláta lítið að fara kerfisbundið yfir þessa tillögu á vettvangi skóla- og frístundaráðs sem að taki efnislega afstöðu til hennar og ég legg því til að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari meðferðar og afgreiðslu. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu. Þá er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágæta borgarstjórn. Mér líst ágætlega á þessa tillögu sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið hér að bera fram og það er alveg vitað mál að sameiningarferlið mistókst. Það eru víða blæðandi sár í skólasamfélaginu eftir þetta og ég bara vona að tillagan verði samþykkt þannig að verði hægt að vinna vel í þessu máli. Takk. Borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við sjálfstæðismenn getum í sjálfu sér fallist á að þessari tillögu verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari meðferðar og við gerum það þá í trausti þess að það sé þá vilji til þess að kanna þetta betur. Það er eins og formaður skóla- og frístundaráðs sagði, þá stendur fyrir dyrum vinna að meta betur fjárhagslegan fjárhagslegar og faglegar afleiðingar þessara breytinga og eins og hann nefndi þá ætti ekki að vera mikið mál í viðbót að kanna þá viðhorf foreldra til þessara breytinga. Að minni hyggju þá er erfitt að meta faglegar afleiðingar nema að heyra í foreldrum sem létu mjög að sér kveða þegar breytingarnar urðu og hafa að mínum dómi fylgst mjög vel með afleiðingum þessara breytinga. Ég fæ reglulega tölvupósta frá foreldrum þar sem er lagt út af afleiðingunum og ég hef fengið tölvupósta sem gangi báðar áttir. Ég hef fengið tölvupósta þar sem hefur fullyrt að ákveðnir þættir í skólastarfi hafi versnað við sameininguna. En ég hef líka fengið tölvupósta frá fólki sem telja að það voru jákvæðar breytingar. Og svo hef ég fengið tölvupósta frá fólki sem telja að það hafi bæði orðið áhrif til góðs og ills. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að fara vel yfir það og mér finnst að þeim fjármunum sé ekki illa varið sem fara í það að meta slíkt. Bæði vegna þess að það er í raun ekki svo miklu peningar sem fara í að meta skólastarfi í borginni. Þetta eru, eins og við segjum, skólastarfi, við verjum 40 milljörðum til skóla- og frístundastarfs á ári. Það er ekki of auðugan að gresja þegar við lítum til rannsókna og kannana sem eru fyrirliggjandi og við getum haft sem leiðarljós í okkar störfum í stefnumótun í þessum málum. Við vildum ofta hafa það meira en á hitt ber að líta eins og var komið hér inn á að við viljum auðvitað verja sem mestum fjármunum í sjálfar umbætur. Það höfum við alltaf í huga þegar við leggjum út í nýja rannsóknir. En ég held að þetta sé einstakt tækifæri að því leyti að þarna var farið út í mjög umfangsmikla breytingar í kerfi sem er kannski í eðli sínu svolítið íhaldssamt og miðað við öll þau átök sem urðu, þá skuldum við nemendunum í borginni það að kanna með sem nákvæmustum hætti hvort það var ávinningur af þessu eða hvort þetta var til ills og ekki síst að er þetta framtíðar fjárfesting að því leyti að ég þykist nú vita
og vona líka að þetta sé ekki í síðasta sinn sem við beitum okkur fyrir breytingum á skólastarfi í borginni. Auðvitað eiga sér alltaf stað einhverjar breytingar í hverju ári og það mjög mikilvægt að við lærum af þessari reynslu fyrir framtíðar breytingar. Ég held að allir borgarfulltrúar sjá fyrir sér einhverjar frekari breytingar á skólakerfinu í borginni og þá er mjög mikilvægt að hafa slíka leiðarvísi, hvað fara úrskeiðis og hvernig hefðu við til dæmis geta staðið betur að samráðinu og vinnunni við foreldrana. Þess vegna má ég varla til þess hugsa að þegar það er á annað borð farið út í vinnu sem þessa, og ég vil enn einu sinni hrósa meirihlutanum á síðasta kjörtímabili, semst meirihluta Samfylkingar og Bjartrar framtíðar, fyrir það að samþykkja tillögu okkar Vinstri grænna að þessu leyti að fara út í þessa vinnu. Það er ekki víst að hver sem hefði bara samþykkt slíka tillögu sem kom frá minnihlutanum, að þá finnst mér, ég má alltaf til þess hugsa að þessari vinnu sé hætt án þess að við leggjum okkur líka jafn mikið eftir að heyra raddir foreldra eins og raddir starfsmanna. Það er alveg rétt sem kom hér fram hjá formanni skóla- og frístundaráðs að það lá ýmislegt fyrir varðandi raddir foreldra, en ég held að það hafi aðalega verið ábendingar frá þeim þegar að sjálfa breytingarnar áttu sér stað. Með sama hætti og meirihlutinn taldi best að bíða með að gera málið upp og kanna viðbrögð starfsmanna þegar þetta var garð gengið og gera það nokkur árum síðar eða sumarið og haustið 2014, þá held ég að það sé líka mikilvægt að kanna með frekar nákvæmum hætti viðhorf foreldra nokkrum árum eftir að breytingarnar áttu sér stað. Mér finnst það ekki síður mikilvægt. Og því auðvitað eða var ástæða til að gera það með starfsmennina, akkur þá ekki líka foreldrana. Þannig að við föllumst á að vísa tillögunni í skóla- og frístundaráð en gerum það í trausti þess að menn séu tilbúin að skoða það þætti líka. Ég býst nú svo við, auðvitað viljum öll vera ráðdeildarsöm í fjármálum, en ég býst nú við, ég man nú ekki nákvæmlega hvað þessi skýrsla kostaði, það voru einhverjar milljónir, ekki margar milljónir ef mann rétt, og ég á nú ekki von á því að viðbótar úttekt sem kanni vilja foreldra, að hann kosti mjög mikið. Það sér það hver maður, það er ekki mjög flókið að ná í þetta fólk, senda viðhorfskönnun til þeirra eins og var send til starfsmannanna, gefa þeim kostaskilin inn og vinna úr henni. En ég held að það kosti ekki mikið, ég held að væri hægt að fá ráðgjafan sem vann hinn úttektina til að gera þetta fyrir ekki mikla peninga, ef ekki þá einhvern annan ráðgjaf út í bæ, nógu nú á ráðgjöfunum sem vilja vinna fyrir okkur en ég held að svo vitneski sem fengist með slíkri vinnu, hún væri svo mikilvæg að við alls ekki að láta hjá líða að freista þess að ná í þá vitnesku. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá er umræðu lokið. Við göngum til 4. liðar á dagskrá sem eru umræðu